Já, við höldum áfram hér í 21 og það umferðin. Umferðin ekki hættulaus, við vitum það og hún tekur sinn toll. En það var í gær sem að þeirra var sérstaklega minnst sem látist hafa í umferðarslysum, árlegur minningadagur sem að Sameinuðu þjóðirnar tilnefndu sem minningadag þeirra sem hafa dáið. Við ætlum að fara svolítið yfir stöðuna hér heima og hvað við höfum geta gert vel og hvað við þurfum að gera betur og hvað erum við að tala Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu. Sko, hvert manntjónið hér á Íslandi vegna umferðarslysa? Ef við bara tökum kannski bara frá upphafi. Hvað hefur þetta tekið mikinn toll? Frá upphafi hafa 1564 manneskjur látist í umferðinu hér á Íslandi ef miðað við síðustu mánaðamót. Og bara á þessari öld að þá þetta 336 manns og hátt eða á 4.000 hafa slasast alvarlega í umferðinu hérna á Íslandi. Þannig að þetta við erum að tala mjög mörg mannslíf, mikið tjón og auðvitað eru fjölskyldur á bak við hvern og einn einstakling sem að lendir í þessu tjóni. En þessi töl sem hún tekur saman, þær eru frá aldamótunum, 1. janúar 2000? 1. janúar 2000 og fram til síðustu mánaðamóta, 336 manneskjur. Já. Segðu mér, sko, það náttúrulega, kostnaðurinn náttúrulega gagnvart manneskjunum, gagnvart þeim sem að eftirlifa og allt það. Hver svona kostnaður samfélagsins af þessu manntjóni? Hvernig hægt að reikna það út? Þetta hefur nýlega verið reiknað út með mjög svona vísindalegum hætti og nákvæmum hætti þar sem að reynt var að taka tillit til allra þátta sem að hægt að meta til fjár. Og þar kom fram að kostnaður samfélagsins á hverju einasta ári hérna á Íslandi, bara hérna á Íslandi, 50 milljarðar króna. Þetta er tala sem við náum kannski ekki alveg utanum, en svona til að setja hana í einhvern samanburð að þá þetta svona á pari við 10.000 íbúðir í Reykjavík eða 3 Vaðlaheiðargöng og þetta á hverju einasta ári. Þannig að við sjáum að þetta fyrir utan auðvitað sorg og þjáningu þeirra sem að lenda í því og aðstandanda. Þetta bara svona beinn samfélagslegur kostnaður við umferðarslys. Já, og þá náttúrulega vinnutap og framlag einstaklingar sem að verði minna, þetta allt þá tekið inn í svona einhverjum hagrænum stærðum. Akkurat, það nákvæmlega þannig sem það reikna. Alltaf óþægt að tala krónur og tölur þegar að vera að tala dauðsföll, en það er best að hafa kannski bara eins mikið upplýsingum og hægt varðandi þetta sem við viljum ekki hafa. En hvað svona, eitthvað sammerkt með flestum slysana ef við tölum þá bara undan farin áratug eða svo? Já, sko, umferðarslys, þau varðandi kostnaðinn fyrst, þá það kannski við sjáum þar í rauninni hvað þetta mikils að vinna. Jafnvel þó að við hugsum alltaf að þetta kemur ekki fyrir mig eða mína, eitthvað slíkt, að þá ef við hugsum bara svona okkur sem eina heild, eitt hagkerfi, eitt samfélag, að þá sjáum við bara hvað þetta mikils að vinna að leggja mikið púður í það, að reyna að koma í veg fyrir það, vegna þess að hvert einasta slys sem við getum komið í veg fyrir, það í rauninni bara beinn ávinningur fyrir svona buddu samfélagsins, ef við getum sagt sem svo. En það sem svona sameiginlegt með flestum slysum og nánast öllum slysum mannleg hegðun. Það stærsta breytan, mannleg mistök, þau koma eiginlega alltaf við sögu í hverju einasta slysi. Það oft talað vegakerfið, það þarf að bæta vegakerfið og það alveg rétt að innviðirnir þurfa að vera í lagi, en fyrst og síðast þá þarf fólk að keyra samkvæmt aðstæðum og ef við gerum það ekki, þá bjóðum við hættunni heim. Þannig að mannleg mistök eru svona stærsta breytan, myndi ég segja. Við ræddum þetta einhvern tímann, Þórhildur, þegar við vorum að tala sjálfkeyrandi bíla. Akkurat. Þá framtíðarsýn. Og mann einhvern veginn svona óar við því, en þá kannski sem mannlega hegðun tekin út. Sko, ég veit að það hefur verið, að því við erum að tala útreikninga vísindalega, að þá hefur verið sýnt fram á það að sjálfkeyrandi tæknin, hún mun hjálpa okkur mest til að koma í veg fyrir umferðarslys. Tölvur eru betri bílstjórar en fólk. Já, hún meinar. það bara þannig. Þannig að þá kemur þessi
já, þessi stundar ákvörðun, stundar mistök, þau eiginlega svona eru tekin út. Tölvan panikar ekki. Hún á ekki að gera það. Nei. Hún á ekki að gera það. Þannig að en við hlökkum til að sjá þessa tækni, hvernig hún mun þróast og hvernig henni mun fleyta fram og því fyrr sem að í rauninni hún er komin í gagnið, því hugsa ég betra, og ekki bara ég, heldur hefur verið reiknað út, að því betra fyrir umferðaröryggið. En yfirgangstíminn verður hins vegar mjög mikil áskorun þegar að hluti er ennþá á að keyra og svo er einhver annar hluti sem er mögulega komin á sjálfkeyrandi. Þetta er útópía, sko, svolítil fyrir mann í dag, sko, sjálfkeyrandi meðfram kannski, hvað maður að segja, mannkeyrandi. Já, allavega, það verður eitthvað. Já, þetta var svona útúr, en sko, hvernig og hvar gerast alvarlegustu slysin? Flest slysin gerast það sem fólkið er flest. Innan höfuðborgarsvæðisins. En alvarlegustu slysin er það sem fólk ekur hraðast sem er út á landsbyggðinni eða í dreifbýli. Þannig að, já, það er svona stutta svarið. Stutta svarið við þessu. Er eitthvað sérst, sko, Ísland hlýtur nú að skera svo út að einhverju leyti, eða ekki? Í rauninni, hvað varðar alvarleika, þá er það í rauninni hraðinn sem að drepur og það er hér á Íslandi og það er annar staðar líka. En hérna á Íslandi höfum við ákveðnar áskoranir sem eru kannski ekki svona almennar í heiminum eins og bara lausamöl og hálku og lausa ganga búfjár og einbreiðar brýr og allt þetta sem að hér kemur svona til viðbótar en þessum mannlega þætti. En alvarlegustu slysin verða þar sem að fólk leyfi sér að fara hraðar heldur en aðstæður leyfa. Já. Það er ekkert flóknar svo sem kannski, en það, nei. En varðandi forvarnir, núna náttúrulega er unnið öttulega að þeim allan ársins hring og þessi dagur náttúrulega gær partur af því, minna okkur á hvað er í húfi. Hvar hefur okkur tekist best upp í forvörnum? Hvað hefur virkað á fólk? Ég verð nú eiginlega að fá að nefna það hér að við vorum að taka saman tölur fyrir sumarið, eða tölur fyrstu 8 mánuðina og við sáum þar mjög jákvæð teikn á lofti hvað varðar 2 þætti og þá er ég að tala tímabili frá maí og út ágúst, sumartíman hérna á Íslandi. Og það er annars vegar unga fólkið okkar, það er að standa sig mjög vel. Við erum að sjá mikinn árangur í forvörnum og fræðslu sem hefur verið beint að ungu fólki og ýmislegt annað kemur þar til. Það hafa verið orðið ákveðnar lagabreytingar þannig að fólk og breytingar á ökunámi, það er orðið í rauninni svona, það er orðið innihalds meira og nákvæmara. Og meiri þjálfun. Meiri þjálfun og meiri viðbrögð ef að út að bregður. Og þetta sjáum við skila sér í slysatölum og hvað unga fólkið er í rauninni miklu betri ökumenn heldur en næsta kynslóð undan kannski. Hinn hlutin sem við erum að sjá að er að skila árangri, það er ferðafólkið, erlenda ferðafólkið, sem er bara mjög gaman að segja frá. Af því að kínverjarnir til dæmis hafa verið svo mikið í umræðunni að kínversku tölurnar eru á fallanda fæti. Hvað skýrir það? Til dæmis er það fræðsla og forvarnir. Við sjáum í rauninni ekkert annað sem getur hafa haft þessar góðu afleiðingar. En þá er náð til sem sé túristana. Já. Og hvernig er leiðin að þeim? Til dæmis, ef við tökum Kínverjana aftur sem dæmi, þá fórum við í sérstakt átak þegar við sáum 2015 að stemdi mikið óefni hjá þeim. Og við tókum upp mjög virkt og gott samstarf við kínverska sendiráðið hérna á Íslandi og íslenska sendiráðið í Kína, þangað sem fólk fer til þess að sækja sér vegabréfsáritun áður en það kemur hingað. Og þetta samstarf skilaði sér í mjög miklum svona fræðslugögnum sem að beintir að þessu fólki. Þau komast ekki hjá því að sjá það. Og þetta er í rauninni það eina sem við sjáum að er svona afgerandi þáttur og með þessum góða árangri og það er bara, það er rauninni ótrúlegt þegar við skoðum þróunina, hvernig hún hefur verið frá 2015 þegar hún var slæm og þangað til núna þegar þetta er orðið svona miklu svona eðlilegra, ef við getum sagt að umferðarslys séu eðlileg sem þau ættu að sjálfsögðu ekki vera. Nei.
Það er gott að heyra þetta. Hvar á að gefa í varðandi forvarnirnar? Sko við skráum við hjá Samgöngustofu. Við skráum slys og slysaskráningin okkar er mjög dýrmætur gagnagrunnur þegar kemur að því að sjá hver þróunin er og hvar svona skóginn kreppir helst og hvar við þurfum að beina sjónum hverju sinni. Það er aðeins svona munur á því á milli tímabila. Snjalltækin hafa til dæmis verið mikil áskorun. Þau eru vanskráð í slysaskráningunni en við vitum af því að þau eru að öllum líkindum orsakavaldur í mörgum tilfellum. Einmitt, já. Það er eitthvað sem maður getur svona ályktað bara svona sem leikmaður, sko. Algjörlega. Að þegar maður sér að fólk er í snjallsímanum, hann er truflandi. Hann er mjög truflandi, mjög. En það skila sér líka, til dæmis eins og í nýju umferðarlögunum sem að verða vonandi samþykkt, að þar er svona kveðið fastara orði með notkun á snjalltækjum. Sektirnar voru hækkaðar. Heldur betur. Síðasta vor. Já, hvað er þarna hávara? 40.000. Ef ég er að tala? Já. 40.000, takk fyrir. Þannig að það á að skila sér í því að fólk hugsi sér kannski aðeins tvisvar. Og það er eiginlega það sem að eins og minningadagurinn snýst að við svona hvert og eitt leiðum hugan að þeirri ábyrgð sem við berum í hvert einasta skipti sem við setjast undir stýri. Við getum ákveðið að taka góðar ákvarðanir. Já. Við náttúrulega erum svo mikið stígu við bíl að skjótast. Ég ætla bara að drífa mig hver enga stund. Og kannski eru þetta bara svona augnablikin sem eru, þú veist, geta bara verið úrslitaatriði hvort að ég lendi í slysi eða ekki. Algjörlega. Eða ekki. Og það er akkurat það. Fara sér aðeins hægar. Já, og taka sér pínlítið meiri tíma. Mér sjálfur finnst það til dæmis mjög oft erfitt að taka mig tíma, af því ég er svona, vil gjarnan láta hlutina ganga hratt. En sko, það getur skorið úr niðurstöðu máls. Það hlýtur bara að vera. Þannig í þessu, þá er það í rauninni kannski bara það, svona að reyna að nota skynsemina sem allra best og huga að okkar eigin ábyrgð. Það er það sem að, sko, líka í þessum auglýsingum sem hafa verið í gangi, þar eru þau náttúrulega bara að höfða til einmitt svona common sense. Og þú veist, ein þeirra er tannlæknirinn, kona og barn í stólunum og hún er að sötra hvítvín og er síðan að laga tennurnar, sko, á barninu og svo kemur finnst þér þetta í lagi. Og þetta er ótrúlega sterkt. Svo er önnur með krakkana í íþróttunum, eða ekki? Jú, það er ný auglýsing sem var frá því í vor og svo erum við að fara að halda áfram með þessar auglýsingar. Í rauninni kannski til þess að við hugsum aðeins, stöldrum aðeins við af því að fólk er stundum að reikna. Ég get nú fengið mér hálft glas eða 1 glas, það mælist nú ekki. En sko, refsimörkin eru 0,2 prómill og það verður áréttað í þessum sömu umferðarlögum sem ég nefndi áðan, ef þau verða koma óbreytt í gegnum þingið og verða lögum, að þá er verið að lækka refsimörkin úr 0,5 prómill sem gat mögulega svona falið í sér eitthvað pínulítið, en núna þarf fólk ekki að vera að reikna þetta lengur. Það bara, ef þú ert á bíl, að þá færðu þér ekki í glas. Það er bara þannig. Ekki heldur 1. Þannig að 0,2 það er eiginlega bara svona zero tolerance, svo ég... 0,2 er ekki... Já, þú veist, það er ekki heimilt að drekka. Það geta alls verið bara 0. Já, það er bara 0. Það er bara 0. Það er ekki heimilt að keyra ef þú ert búin að fá að drekka. Það er bara þannig. Og ekki heldur hálft glas, eða 1 glas. Ekki hálft, ekki 1, nei. Heyrðu, það er gott að heyra þetta. Þórhildur Elínadóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, þar að segja hvernig forvarnirnar eru að virka og þetta með unga fólki sérstaklega. Það er bara hnykkja á því, en við viljum ekki sjá fleiri slys, við viljum ekki sjá fleiri slasast. Slys eiga ekki að vera náttúrulega mál. Nei. Takk fyrir komuna, Þórhildur. Takk sem leiðist. Stutt í auglýsingar, ekki fara langt.